Deloitte í Lundúnum hefur nú rakið slóð peningana á Icesave-reikningunum fyrir slitastjórn Landsbankans. Hún hefur nú ágæta mynd af því hvert þeir fóru en neitar að veita fjölmiðlum upplýsingar það. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Aldrei hefur verið almennilega upplýst í smáatriðum hvert innistæðurnar á Icesave-reikningum fóru og hvernig söfnun innlána og útlán tengdust. Áður en atkvæði voru greidd Icesave-frumvarpið á miðvikudaginn lagði Þór Saari þingmaður hreyfingarinnar fram breytingartillögu við frumvarpið í 2 liðum, annars vegar að ríkisstjórnin myndi grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að endurheimta það fé sem safnaðist inn á Icesave-reikningana og óska aðstoðar við að rekja hvert innistæðurnar voru fluttar og hins vegar gera ráðstafanir til að þeir sem bæru ábyrgð á reikningunum yrðu látnir bera tjón vegna þeirra. Fjármálaráðherra sagði við fréttastofu á miðvikudag að þingið hefði þegar hrint slíku í framkvæmd. Alþingi var þegar búið að efnislega afgreiða mjög sambærilegar áherslur og reyndar setja þær í lög. Sérstakur saksóknari hefur byggt upp samvinnu sína við systurstofnanir erlendis eins og Special Fraud Office í Bretlandi og skilanefnd og slitastjórn Landsbankans eru með öflugt teymi lögfræðinga og rannsóknar endurskoðenda til þess að elta þessa peninga uppi. Slitastjórn Landsbankans fól Deloitte í Lundúnum að rannsaka starfsemi Landsbankans fyrir hrun. Í ítalegri skýrslu fyrirtækisins, en niðurstöður hennar lágu endanlega fyrir í lok síðasta árs, kemur fram ítaleg úttekt á öllum millifærslum, bæði innlánum og útlánum. Páll Benediktsson, talsmaður slitastjórnar Landsbankans, sagði við fréttastofu í dag að bankinn hefði nú ágæta mynd af því með hvaða hætti peningarnir fóru út úr bankanum af Icesave-reikningunum og hvert þeir fóru, en bankinn myndi ekki veita nánari upplýsingar það. Þess má geta að fyrrverandi bankastjórar bankans hafa alltaf sagt að peningar af Icesave-reikningunum í Bretlandi hafi farið í útlán til einstaklinga og fyrirtækja þar í landi.